Og þetta orðið ljómandi gott og hægur tölti. Og bið ykkur að hægja niður, skiptum hann og jafna bilið. Fram á feti. Sigurður Helgi, hann hlýtur 6,5. Og þetta orðið ljómandi gott og allt í lagi að klappa fyrir glæsinu og hraðbreytingum. Hefur orðið Sigurður Helgi og óskum við þessum köpum til hamingju. Í 3. sæti með 6,72 hefur orðið Rósa Valdimarsdóttir. Í 2. sæti með 7,06 Birgitta Dröfn Kristinsdóttir og Barðið á Laugarbakka. Og það þýðir það að Játvarður Jökull hefur endurtekið leikinn og með 7,33 í þessari toppkeppni. Eiga til hamingju. Þetta þungur. Síðan og eins og fyrstaði það Álfur í Kóka og síðan það frá Gult og Komplett, það Aron og Hafsteinn sem þarna líka. Og ég vil minna á að það var ekki gleyma. Hæ, heyrist í mér það? Alveg nógu það? Ég heyri miklu meiri sigurvegður en ég. Alltaf ekki Magnús. Og það heyra þessi sigurvegður. Játvarður Jökull, til hamingju með daginn. Takk hérlega. Þú veist að á morgun þá loka kvöld og ég hef nóg að skotum á það ef þú vannst í kvöld. En fyrsta lagi meira til sölu það. Þú ræður eitthvað það? Nei. Nýr hnakkur, þú hlýtur að vera ánægð með það. Mjög ánægður. Það er ein spurning sem brennur á börnum. Hvað ertu búinn að prófa þessa meira oft? Mjög oft. Óskir drengur til hamingju, hann búinn að vera í úrslitum 3 og vinna 3 prófið kjöftin. Játvarður Jökull og Röst.
Klökkar á Glerdeildin, sigurvegari í topprættu töltinu. Annað skipti sem hann sigrar, þriðja skipti sem hann fer í úrslit. Er þetta ekki rétt hjá mér? Játvarður Jökull. Mikið rétt. Herðu, þú ert búinn að standa ofsalega vel. Já, þakka þér. Þetta er fjórða skipti sem fyrir úrslitir. Þetta er fjórða skipti. Nú, sko, eigandi liðsins, Reynir Örn Hólmarsson er bara hann er leiðréttökur. Já. Og það er þá ekki fyrsta skipti sem ég er leiðréttur. Nei. En hvernig líður henni núna? Mjög góð. Mér tókst þetta. Já, að vanda. Það eru þeir ekki fara að segja það strákarnir að þetta sé bara klárt? Jú, ég vona það. Játvarður klárar þetta? Já, ég sé það kannski ekki alveg, sko. Hvernig er merinn? Mjög góð, algjör snillíkur. Er þetta besta ross sem þú farið á? Já, með þeim betri bara. Já. Kannski erfitt að gera upp á milli þessara góðra hrossa hérna. Já. Það er mikið til að góðum hrossum í Markartrófi. Mjög mikið. Hvað ég spyr ég bara þig, nú ertu svona komin aftur inn í keppni. Þú varst á keppnisvöllinu sem yngri pegi. Er framhald, fáum við að sjá meira af þér? Já, þetta ítir klárlega undir mikinn áhuga til að fara að keppa aftur og tala ekki bara að stunda hestamennskuna yfir höfuð, eða meiri tíma í hesthúsinu. Bara og kannski yfir lengra tímabil. Vera bara með inn á haustin jafnvel. Já. Undirbúið sér fyrir næstu deild. Fyrir áhugamannadeild. En nú greip ég aðeins út úr þessu hjá þér að þú hjóst í það að stunda bara meiri hestamennsku. Hvað finnst þér skemmtilegast í hestamennskunni? Hvað er svona, ef þú tekur kannski keppnin út úr því? Mér finnst mjög gaman að vera með stelpunum mínum í hestunum og síðan að þjálfa fyrir keppni. Mér þykir mjög gaman. Og fara í ferðalög. Ferðalögin? Já. Hefurðu farið í göngur? Nei, reyndar ekki. Ég get sagt þér að ég prófaði fyrst skipti fyrir og það er gaman. Þú er alltaf að pröfa ykkur nýtt. Já, það er alveg rétt. En þú ert allan daginn að læra, þannig að þú ert búinn að læra mikið á þessu? Mjög mikið. Reynir er liðstjórinn okkar og hann er búinn að koma með alveg gífurlega mikið af punktum og ég er örugglega búinn að læra meira núna þessum nokkru vikum heldur en bara yfirallt. Það er bara svoleiðis. Það eru stór orð. Til hamingju og frábær árangur. Þakka þér kærlega. Sjáumst annarkvöld á lokahófi. Og ég ætla bara að biðja að vera með Brynjuna. Ég þekki veislustjórann. Sjáumst kátir. Já, sömuleiðis. Og vantar í myndatökuna. Já, hérna kemur Linda formaður og sagði vantaði blóm og svona í myndatökuna. Þá skulum við bara hleypa Fjölni Þorgeirssyni á og þökkum kærlega fyrir okkur. Over and out. Ding dong day. Þakka þér fyrir.